Erlendir ráðstefnugestir og þeir sem koma til Íslands yfir vetrarmánuðina eru eftirsóknarverðustu ferðamennirnir að mati ferðaþjónustunnar, enda eyði þeir mestum peningum hér á landi. Samtök ferðaþjónustunnar segja mikilvægt að koma upp dýrri afþreyingu til að lokka fleiri ríka ferðamenn til landsins. Það stefnir í metfjölda í komum erlendra ferðamanna til Íslands í ár, en það er víst ekki fjöldin sem að skiptir máli, heldur hvað þessir ferðamenn skila í þjóðarbúið. Eyðsla á hvern ferðamann hefur dregist nokkuð saman frá því sem hún var fyrir hrun og er nú 35.000 krónur á hvern ferðamann á hverja gistinótt. Af þessu hefur ferðaþjónustan nokkrar áhyggjur. Auðvitað höfum við áhyggjur af þessu. Þetta er að kreppan og fleira er að bíta í okkur eins og aðrar þjóðir og þetta hefur dregist saman og þetta er vont, en við þurfum auðvitað bara að snúa vörn í sókn. Erna segir ýmislegt þetta að gera og að ferðaþjónustan sé þegar byrjuð að snúa vörn í sókn. Fyrsta skrefið sé að fjölga ferðamönnum hingað á veturna, en það hefur sýnt sig að þeir eyði meiru en ferðalangar sem hingað koma á sumrin. Þá hafi sýnt sig að ráðstefnugestir eyði mun meiru en meðal ferðamaðurinn. Til þess að fá þá ferðamenn sem við kannski viljum fá sem eyða miklu, þá verðum við auðvitað að bjóða þá vöru og þjónustu sem þeir vilja kaupa. Erna segir þetta eðlilega kalla á meiri fjárfestingu í greininni. Það þarf í raun og veru að koma upp dýrri afþreyingu fyrir þetta fólk. En kannski þurfum við fyrst og fremst að spyrja það, hvað er það sem það vill?